Jæja, góðan daginn kæru frumkvöðlar. Hvað segir þið gott í dag? Uh, í dag ég með gest. Ég ætla með hana Eyrúnu Eggert sem hörkuflottur frumkvöðl. Hefur verið að hann dúkkur sem hún selur núna út allan heim og hún ætla að segja okkur svona sína frumkvöðlasögu, hvað hún búin að upplifa og pröfa og svona kannski deila með okkur einhverjum góðum ráðleggingum eða gráðum og svona. Kannski að við getum lært eitthvað af henni. Mér langaði líka bara að benda ykkur á að ég verð með smá kynningu inn á íslenski frumkvöðlar á eftir, þannig ef þið eru ekki nú þegar í grúppun íslenski frumkvöðlar þá mæli ég með að þið bætið ykkur við þar út af því að ég ætla að kynna þjónustu sem ég er að fara að byrja með og það verður kynnt núna bara eftir hádegi í dag. Og svo ég með rosalega góða dagskrá núna þessa vikuna og við erum ég er að fá núna í næstu vik, þá kemur Salome frá Icelandic Startups og talar frumkvöðlaumhverfið og svo vikun eftir það kemur Helga Valfells hjá Crowberry Capital og ætlar að tala svona hvernig fjárfestar horfa á frumkvöðlaumhverfið og frumkvöðla og hvað fjárfestar eru að leita að frumkvöðlum og ýmislegt fleira. Þannig að eldir að fylgist með. En ég er að kynna Eyrúnu til og bara Eyrún velkomin í beina útsendingu í frumkvöðlaspjallið. Takk fyrir það. Þú kannski bara kynnið þig og segja okkur aðeins frá þér og Já, ég heiti Eyrún Eggertsdóttir og ég byrjaði eða fékk sér hugmyndina dúkkunni fyrir núna næstum því 10 árum síðan. Þá var ég búin að læra sálfræði, prófið sálfræði og var í fæðingarorlofi. Og var náttúrulega með að hugsa lítil börn og velíðan svo það og eftir spítalanum í lengri tíma og þá fór ég að hugsa allar rannsóknir sína hvað nærvera hefur áhrif á lítil börn og þá kveikti þessi hugmynd að það er dúkku sem líkir eftir sem haft hjá börnunum sem þarf að vera frá þeim. Það hugsa svo og til 80 landa í Nýlu með 50.000 dúkkur. Já, það var svona þannig hoppaði ég frá bara fyrst það verður ýmislegt. Það fljótt yfir farið. En segðu mér hvað gerir maður svona almennt sér? Hvernig var það þú fékkst fyrir hugmyndina? Hvað er það fyrsta sem maður á að gera þegar maður með svona hugmynd og hvað lærður af þeim ferði svona kannski fyrstu vikum, fyrstu mánuð þetta var á stað? Já, fyrsta sem ég gerði hringi vin eins og í sjónvarpsþættinum hann í gamla daga. Ég tók spilið hringi vin og bara með talandi hvað þetta frumkvöðla samfélag er ótrúlegt og óþarft og ég svo voru rosalega mikið af fólki að vinna mér og það er hugmyndakvöld og ég átti einu sem ég vissi þetta ekki hugmynd að eitthvað íbúðrannsóknum skilur bara svona algjörlega ótengt því sem ég var að gera og ég hringi í hann og hann ég bara með frábæra hugmynd og ég veit ekki markaðssetningu, ég veit ekkert rekstur, ég veit ég skrifa geða flotta skýrslu þetta með fínum heimildum og hann sagði bara það er námskeið á morgun í hugmyndahúsi Hafnarfjörð og það er það gangi og búið að loka núna en ég byrja að fá námskeið fyrir viku og þar fæ ég fullt að aðstoða að búa svolítið hugmynda og líka búin að trúa hugmynda að það er hægt bara að vera í kringum aðra og ég kláði því svona mjög þetta það kláði þá ég í gulllegsferli og það er og það sem ekki svo verðmætt ég var einmitt bara starta þarna í viku og taka þátt í stofunum og ekki síst að hitta bara fólkið. Já. Þetta er líka bara spegla það sem ég tala og að auðvitað gifti svona mál að með ég aðra frumkvöðleikri sig og aðra sem hafa eitthvað reynsla af þessu þannig að það er svona auðvelt að manni lífi töluverk að hafa þennan stuðning og þess að skipt svo mjög máli bara ekstra fyrir degi að byrja umgangast frumkvöðnast öðrum frumkvöðlum og það er framöndugum. Það er bara alltaf, það gerir það bara auðvitað. Ég var ekki áfram með þetta ég var með einu hugmyndina með hennar vinna og vera ekki inn í samfélagi. Ég hugsa bara ekki gengið. Og ef það bæði, það er líka félagum sem einu skrifa undan, svo komin í miðjuna, komin eitt undan og þá er mann að vera að tara og fyrir sig. Svo fór ég að vinna sem sagt í kjölfar því, þá fór ég með Innovit
það var svona svo hluti í Vamsæðast gullleiki allir og hluta verðlaununum var að fá aðstoð. Þannig að þá ég komin svolítið svona inn á skrifborð heim og fór hann að spjalla við þau og þau hann að gera tæknisjóðsumsókn í fyrsta sinn. Já, þannig þú í rauninni nýttir þessari þjónustu sem voru boðið, sem sagt þú fer fyrst á þetta námskeið hérna í hugmyndahúsinu. Var það námskeiðið sem ég og Þórunn voru með eða hvaða námskeið var það sem þau var í gangi þá? Nei, Ingibjörg var með. Já, Ingibjörg, alveg. Og fer síðan þaðan segir í hvað gullleikið? Já, hugmyndasmiðjan þá voru valminni með 5 verkefni og fengum 500.000 og svo sett í verðlaun. Lúladal var eða Róró þá var eina hugmyndunum sem var valin áfram og aðstoð bara við að búa til áætlunina sem var nú ekki síst mikilvæg. Og þaðan áfram í gullleiki og þá bara var sett meira kjöt á beinin á umsókninni og meira kannski tölulega syngar og fleira. Já. Og þá fæ fyrst sit ég inn í hugmyndahúsi svo fyrir ég klaki þegar hann og margt af þess að hætt núna í viðskiptasýna kynnist fleiri frumkvölum þar á stofur með Kára sem hún var að velja hérna frumkvöl í smálfund og Fafústelpunum og fleirum og mér var líka að minni það er ekki svona sagan okkar í frumkvölasetrinu þar að viðstofunum og svo gasstöðunin á Hlemmi og í miklu samfélagi og það skiptir ekki máli, við erum í hóp og tölum saman hvort að einhver að gera eitthvað virtual reality eða sauma föt eða ég að láta búti dúkkur út í heimi, það er eitthvað sem að tengist, það er bara business strategían og starfsfólk og þú veist, það er bara það er stærsta dæmið. Já. Nákvæmlega hugmyndin eða pródúktun sem maður er með er minn en helmingur einhvern veginn. Já, þetta er allt í framkvæmdinni en mjög skemmtilegt hvað þú hefur náð að nýta þetta stuðningsumhverfi vel út af því að það er og hafa undanfarin ár verið fullt af skemmtilegum verkefnum í gangi og og þetta svona snýst stundum það að maður þarf að teygja sig út og reyna að finna þessi tækifæri til fáan stuðning út af því að maður í rauninni maður getur ekki gert þetta einn, maður þarf að hafa eitthvað til þess að styðja við sig og ráðleggja og hjálpa sér í gegnum þetta. Já, og svona líka gaman að hafa svona sinnhóp stundum, þú veist, þegar jólin fara að koma og árshátíðirnar fara að byrja eða áborðin og svona einn, þú veist. Já, maður verður svolítið einangraður oft þegar maður er í svona frumkvölastarfi og þess vegna er svo gott eins og ég segi að vera partur af einhverju stærra og meira hitta aðra frumkvöla. Ég talaði nú oft þetta, ég sagði alltaf hitta annað fólk sem var jafn klikkað og ég þegar maður þarf að vera pínulítið svona skraudlegu karakter eða tilbúin fyrir út fyrir þægjandasvæðið sitt til þess að oft láta verða af hlutunum. Já, það er alveg. Það er bara þannig En hvað var eitthvað sem komur óvart í þessu byrjunarferli? Var eitthvað svona sem hún lærið þér af þessu eða eitthvað sem var öðruvísi heldur en ég helst að myndi vera? Bara svona alveg í byrjun eða bara hvernig í öllu ferli? Já, bara svona í byrjun og það lýsa Kannski það sem ég hef oft svona tekið eftir eitthvað, þetta tekur alltaf mjög lengri tíma heldur maður heldur. Já, jú. Það fyndið að horfa á fyrstu áætlun það er bara eins gott, ég vissi það ekki kannski bara ég fæði það frá bara hugmynd, svo læti ég bara búa til svona 300 stykki og fæði eftir mánuð og svo selja bara Já, það er auðvelt að verða ríkur í Excel, það er bara þannig. Já, fyrir utan alla peningarna sem átt að koma inn Já. Það búa til pródúkt ég meina það var ekki tilbúið komið til sölu á markaði fyrir 2015 og þú veist, gullleikið er 2011 og þá er líka aftur svo mikilvægt að tala við fólk, þú veist, ég var bara þú veist, ég er búin að vera svo fárlega lengi að þessu einhvern veginn, þú veist, og svo hitti ég bara einhvern sem var að vinna fyrir IKEA og var bara, þetta er bara mjög eðlilegt svona ferli fyrir vörum og bara, einmitt, út af því að einmitt það er ekki, mér er svo mikilvægt að líka vera í þessu samfélagi bara til að byggja sig upp andlega út af því að líka ef maður er svona einn og maður er að takast á við svona ótrúlega margar áskoranir eða búa til eitthvað nýtt og vera ótrúlega peppaður og stundum kemst maður líka bara í þrot og er bara, er ég eitthvað ruglið, hvað er ég að vestunast í þessu, ég
veit ekkert, þú veist, kann ekkert þetta eða veit ekkert, þú veist, og þá svo gott að heyra í öðru fólk og finna stuðninginn út af því að auðvitað gengur ekkert nákvæmlega sem að vill á hverjum einasta degi. Nei, en ég held að það sé líka góða punkt sem þú komst með, sko, að þegar maður að byrja þá finnst maður eins og maður kunni ekki neitt og staðinni er það að það svolítið ennþá þannig þegar maður búin að vera í þessu í hátt í 2 áratugi, sko, að maður einhvern veginn alltaf að læra nýja hluti og hluti af ferlinum að vera frumkvöðull að sætta sig við það að maður veit aldrei allt og getur aldrei kunnað allt og maður þarf svolítið að bara vera tilbúin í að læra á fyrir spurninga og þar fram til guð. Já, og ég held að bara, þú veist, það sem ég kannski búin að læra, það er ekki þessi orðin svona brjálæðast sem mikil sérfræðingur í því sem ég að gera vegna þess að það er alltaf að breytast. Já. Það er einasta sending sem við sendum út með einhverju skipi, hún getur aldrei verið eins, það kemur alltaf eitthvað nýtt. Þú veist, þá sjálfsögur búin að læra einhverja tæknilega hluti, en að miklu leyti er ég líka bara búin að slaka á, þú veist, læra að hafa gaman að þessu ferli, fatta að ég hef bara ótrúlega gaman að því að finna upp á alls konar hlutum. Þú veist, bara eitthvað, ok, verkefni er geðið, þú veist, hvað er það að gera? Þú veist, og maður þarf að vera bara rosalega sveigjanlegur, bara rosalega mikla siglu og þrautseigju, líka bara læra hana, þú veist, ég segi ekki kærulegs en aðeins og líka bara svona létta, þú veist, á maður þarf að mynda þetta jafnvægi á milli rauninni vinnur og einkalífsins og finna leið til að gera þetta með skemmtilegum hætti og það maður aða til að gleyma sér í þessu. En ég var að fá skipuð það að myndgæðin hefði aðeins verið myndbandi að vera að frjósa og vera smá truflun á hljóðinu. Þannig að hún Þorbjörg bendi mér að þetta var að segja mér að vantaði smá samhengi. Þannig að ég kannski bara aðeins rétt snöggvast fer svona yfir það sem við erum að tala um. Hún Eyrún er í því að framleiða og selja dúkkur út allan heim og við erum bara svona rétt aðeins að fara yfir söguna hennar og erum svona búin að ansið snemma í ferlinu ennþá, við erum bara svona að fara yfir hvernig þetta byrjaði hjá henni og vonandi er hljóðið og myndgæðin orðin betri núna, mér sýnist það allan svona frá mínum enda. En endilega bara spyrjið að hafa ykkur spurningar og það er líka bara að gera þetta skemmtilegra. Við skulum svara öllum spurningum sem við fáum. Fáum skilabóð frá henni Hafdí. Hún segir, vá hvað er gott að heyra þetta frá ykkur og þá líklega á hún við hvað þessu strempin ferillin er og hversu oft mann finnst maður að vera týndur í þessu og ég held það sé mikilvægt að deila svona sögum út af því að þegar maður horfir á þetta utan á að þá virðist oft fólkið eins og hún Eyrún sem að selja núna dúkkur út allan, hún virðist vera með allt á hreinu og hún náttúrulega rosalega klár í því sem hún er að gera núna en hún eins og allar aðrir frumkvöðlar þegar við erum að byrja að þá er maður svolítið týndur og það tekur mann tíma að átta hvern hlutina og þess vegna er svo mikilvægt að vera ófeimið að spyrja spurninga og ófeimið bara við að vera partur af einhverju samfélagi sem með deilir svona. En já, við vorum komin á byrjunastigið, en hvernig er það? Hvenær byrjar þú svo að selja svona fyrstu eintökin af dúkkunni og hvernig gengur það svona í upphafi? Fóru það allt á flug, bara 1, 2 og 3 eða hvernig gengur það fyrir sig? Þróunin tók fyrst svolítið tíma og þá var ég svolítið að vinna með fólki sem að, þú veist, það svona skiptir svolítið út. Þú veist, einn sem var að vinna með hljóðið lengi og svo var það verkefni svolítið búið. Og svo var þannig að það er svolítið að fólki á að koma og fara það fyrst, en svo þegar kemur að því að fara að selja, þá kemur til mín stelpa Sólveig Gunnarsdóttir, sem er markaðsfræðingur, og hún er hjá mér lengi og þá er komið svona þáttaskil og þá kemur næsta ferli þegar við förum að selja. Við þurftum bæði peningvarslu og fyrir vörumerki, vernd og leyfi og launum líka bara og markaðssetningu. Við þurftum fjárfestingu þá áður og þau svona að vita, ég meina, já ok, þetta hefur fengið ákveðlega jákvæð viðbrögð sem hugmynd en vill fólk kaupa þetta? Og þá setti ég upp svona proposition, ég sagði við ætlum að fara í crowdfunding, við ætlum að selja 1000 stykki á einu mánuði og það verður sönnun fyrir því að fólk vilji kaupa þetta. Þú veist, ef ég fæ 1000 mömmur til að kaupa það sem er ekki til og þær eru ennþá ófrískar og þurfa að bíða í 9 mánuði, þá er þetta bara að fara að vera geggjað.
Og hvernig gekk það? Það gekk, þú veist, við sváum ekkert alveg mikið í hennar mánu, en en það gekk. Og þá einmitt kemur líka, þú veist, einmitt þetta vera frumkvöld. Fólk segir okkur með frábær hugmynd, þú veist, lúladúkan með frábær hugmynd. Alveg, þú veist, klálega frábær hugmynd sem þetta byggist á, en maður verður bara að fá frábæra hugmyndir á hverjum degi. Þú veist, það var bara fyrsta lagi að fara í crowdfunding, þú veist, að setja það þannig upp fyrir fjárfestum og vera í crowdfunding, hvernig ætlar að byggja það upp. Þegar það var ekki alveg að virka, þá var ég líka bara farin að safna styrkjum annar staðar frá sem að kom inn í, það bara einmitt. Og þetta líka bara það sem ég hef gaman af, þú veist, þess vegna mér gaman að vera frumkvöld. Mér gaman að fá nýjar hugmyndir og hugsa nýjar leiðir og við seldum einmitt, sko, þú veist, töluðum við stóru frumkvöldafyrirtækin á Íslandi, Menika, Össur og fleiri og stöðum býttu ekki fólk að eiga börn hjá okkur, viljið þið kaupa sængugjafir á okkur, við erum hindi í crowdfunding, þú veist, við gerðum það, við fengum styrk til að gefa á stofnanir fyrir börn sem inn á vistheimili barna og börn sem fara inn á geðdeild með móður sinni og inn á spítalana og fleira. Þú fengum við sjóðurinn hans Kára gaf í það á sínu tíma. Já. Svo einmitt, það eru margar hugmyndir einhvern veginn í kringum þetta allt saman. Já, þetta ekki bara einhver einn hlutur sem gerist, þegar maður þarf start og stöð að vera að vinna í þessu og taka réttar ákvarðanir. En þú fórst yfir ótrúlega marga áhugaverða punkti þarna á stuttum tíma og maður langaði bara aðeins að staldra aðeins við þetta. Því fyrsta leið þá nefndur að fá inn fyrsta starfsmanninn eða fyrsta aðilann inn í fyrirtækið og ég held að það sé eitthvað sem margir eiga í erfiðleikum með og það til dæmis fyrir sjálfa mig lengi vel að þá var það eitthvað sem ég fannst vera mjög erfitt út af því að ég var vanur að vinna svolítið mikið sjálfur og vissi ekki alveg hvernig ég átti að fara að þessu, sko, þú veist, á maður að gefa hluti í fyrirtækinu, á maður að borga laun og annað slíkt og þú veist, þetta er stórt fyrsta skref og líka bara finna þessa réttu persónu. Ertu með eitthvað svona sérstök ráð fyrir þá sem eru að leita sér eftir fólki til að koma og koma inn í fyrirtæki sitt og hjálpa þeim að láta það vaksa? Ég er bara svo samanlega, þetta er stórt og flókið verkefni. Já. Og sérstaklega þegar maður hugsa kannski, já, fyrirtæki eins og ég, þú veist, hvað gæti þetta orðið stórt og maður sér fyrir þess að geti verið 50 manns í alls konar stöðum. En svo hugsa maður, ok, ég get kannski gert, ég segja sko, allir sem kom inn verða að geta gert svona að minnstu kosti 5 hluti, helst meira, eða skilur 5 hlutverk, bara því við erum svo fóð. En þú veist, nákvæmlega hver það, skilur við. En svo verður hann líka bara, ef maður er að fara að mæta 2 saman á hverjum degi, allan daginn, þá verður maður líka bara að passa saman. Já. Og einhver getur verið frábær í einhverju, þú veist, og alls konar fyrirtæki geta gengið upp, en það verður að vera bara hvernig fyrirtæki talar við hjarta mig, hvernig fyrirtæki vill ég vera með, vegna þess að það er það sem er að fara áfram. Já. Svo, já, maður verður, ég held að bara, þú veist, þetta verður að vera, einhver sem er bara svo að maður er að velja sig maka, skilur það er svo fínt að hann sé ólíkum manni að mörgu leyti og hafa ykkur svona kosti og þekkingu kannski svona sund sem manni finnst leðilegt og en maður verður líka geta haft gaman saman kveikja svolítið gleðina og ég held að kraftaverkin gerist svo mikið í gleðinni og þegar maður er að hafa gaman þú veist, og það er það sem maður er að reyna að búa til. Maður er náttúrulega svolítið að reyna að búa til kraftaverk. Pínu lítill eitthvað með að þykjast vera með eitthvað fyrirtæki á móti einhverjum öðrum. Sko, Þetta er nefnilega tölfræðin er yfirleitt á móti manni. Sko. Það er flest fyrirtæki sem að ganga ekki upp því miður. Sko. Þannig að mér finnst að það er líka einn punktur sem ég langaði eftir að koma. Einu punktur sem ég var með á blaði. Að það er sko, að þú veist, sína sér þraut sig svona seglu og vera staðfastur. Og ekki hlusta á nei. Ég bara fyrst ég segi bara heima mér bara heyrðu ég fekk geggjaða hugmynd og maðurinn minn bara já heyrðu þú veist hvað segirðu þú kannt ekkert í þessu og það var það sem ég var bara ég ætla bara að hringja í Einar og hringdi og ég bara þú veist og það er bara svona maður verður líka bara að passa på sinn persónleika þú veist ég finn mikið að mín persónleika einkenni sem kom mér áfram þú veist ég er bara með mótþróa ég er ógeðslega þrjósk þú veist, ég er ekki bestast, ég var bara
segir mér ekki þú veist, ég ætla bara og það, ég hef oft fengið, þú getur aldrei gert dúkku Já. þú getur aldrei selt strákum dúkku og ég var bara, watch me now þú veist, ég bara þú verður aldrei verið í gullleikinu ein þú verður verið með teikni, þú veist, þetta gengur ekki bara, ég veit ekki hvað svo oft ég fengi bara, þú getur ekki gert þetta það enginn að gera þetta og ég bara, nei, þess vegna held ég þetta verði frábært vegna þess að það enginn að gera þetta Já. Og þetta líka sko stærsta skrefið þegar maður að byrja þetta og svona stærsta hindrunum hans í rauninni bara það að ákveða þetta þú veist, þegar maður komið bara eitthvað, veist, ég ætla að gera þetta og þú veist, ég mun fylgja þessi gegn þegar maður komið með þá staðfestu að þá maður svo miklu líklegri til þess að þetta gangi allt upp sko. Og svo hitt líka sem ég varst gaman að þú nefndir út af því að það svo mikilvægt að vera maður sjálfur að leið og þú hættir eða fer að þykjast vera eitthvað sem ert ekki að þá finnst mér oft bara að hafa slæm áhrif á allt út af því að ég man þegar ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki að það fyrsta sem ég gerði var að kaupa mér eitthvað svona jakkaföt og reyna að vera að voða svona mikil svona jakkafattagaur ykkur og var að fara í fyrirtæki og selja eitthvað svona og ég var bara, ekki mikil jakkafattagaur yfir höfuð sko, þannig að það var bara ekki ég og svona leið og ég fann mína rödd og fór meira að vera bara ég sjálfur og vera einlægur að þá fóst mér hlutirnir fara að ganga tölvöld betur sko. Þannig ég að segja, þú veist, ég hef ekki alveg trú á mér og fólk finnur það svo veist, ég ekki í einhverjum búning eða og ég alveg samanlega ég hef alveg farið þú veist, maður hugsa bara vá þessi þessi að eitthvað að græða eða þessi skilur einmitt og reyna kannski að elta eitthvað en já að vera bara svolítið tengdur við sig og fatta hvernig maður á að fara aftur í kjarnan Já. En svo talaður annað sem mjög mikilvægt og eitt af svona aðal hindrunum sem ég að lenda í að fólki með þegar ég að tala við það og það fjármögnunin á fyrirtækinu og þú komst inn á mjög sniðan punkt sko að það náttúrulega enginn að fara að fjárfesta í einhverju hugmynd nema hún sé einhver leiti búin að sanna sig og mér fannst það mjög sniðugt hvernig þú gerðir þetta þú bara sagðir ok, ég skal bara fara í hópfjármögnun, ég skal bara selja 1000 stykki og það hlýtur nú að staðfesta það að sé eftirspurn eftir þessu sérstaklega þegar ég að selja þetta sko áður en þetta tilbúið sko þannig og það það sem fólk þarf að hafa í huga þegar að fara að stað sko að fólk oft talar að það sé ekki að fá fjármögnun annað slíkt og staðanendin bara svo að það hægt ef þú ert virkilega að leita að því en þú þarft að bara sanna að þetta sé raunveruleg hugmynd sem að fara að skila ykkur og það oft erfiðast að skrefið að sanna það sko. Já. Og það náttúrulega mismikið peningur sem þarf til að koma hugmyndum af stað eins og hjá okkur það var bara þessar fyrstu 200 dúkkur sem ég ætlaði að búa til og prófa með áfram og svona svo kom ég ljósa að eina sem að meikaði sans var að búa til 5000 og það var bara algjört minimum order bara for you my friend eitthvað svo já svo og fullt af öðrum pródúktum sem kostar náttúrulega miklu meiri peninga en það svo en það eru bara eins og við tala þú veist það eru oft bara leiðir alls konar leiðir og mismunandi náttúrulega aðeins eftir geirum þú veist það eru styrkir það eru þú veist getur maður fengið partnera með sér einmitt getur maður farið í crowdfunding þú veist, getur maður verið með eitthvað side product, það rosa mörg fyrirtæki sem eru með svona day job eða þannig innan fyrirtækisins sem maður sér ekki, sem kannski alla peninga. Já, ég veit að ég þekki til dæmis mörg forritunum fyrirtæki, eða fyrirtæki sem er hugbúnaðgerð eða leikjagerð og þeir eru þá kannski að selja forritaran út svona inn á milli til þess að fjármagna sjálfa sig. Já, ég meina ég meina Scintilla er að selja sængurföt og handklæði til hótela Tulipop er að selja inn í bankana í krakkapakkan þú veist, það er það er svo margt hægt að gera sko, einhvers ég segi þetta eru, maður verður alltaf að vera på góður hugmyndir svolítið til að halda þessu gangandi og var það ekki CCP sem gaf út eitthvað borðspil til þess að fjárfesta þessi fjármagna upphafið hjá sér, mér minni það var áhættuspilið eitthvað svoleiðis mér finnst það mjög skemmtilega leið til að gera þetta og ég líka ég held að það hafi verið Airbnb sko að þegar þeir voru að byrja fjármagna sig þá seldu þeir eitthvað morgunkorn
að þá voruð með morgunkott sem voru með sko myndir af forsetaframbjóðundunum framan á og þetta var eitthvað svona gera þetta svo sniðulega sko því að þeir vissu það að fólk myndi kaupa morgunkottni með sínum frambjóðanda eða eitthvað og þetta var eitthvað mjög sniðugt hvernig þeir gera þetta sko og það er líka það sem fjárfestaleita líka er það að frumkvöla sé að sína þetta þennan vilja til þess að leysa vanda og finna út úr hlutunum og þú veist þessi tilbúin í að það sem kallast á ensku svona hösla aðeins þú veist að það vandrar alveg gott íslenskt orð yfir það, ég veit ekki hvort það sé til að ef þið eru að hlusta, ef þið eru með eitthvað góður uppástungur hvað getur komið í staðin fyrir að hösla á ensku þá væri það mjög fínt en það þýðir bara basically það að reyna bara að selja og koma sér á framfæri með öllu móti sem maður getur sko. Já, svo verður maður líka að sína að maður geti verið, þú veist, þetta snýst svo mikið ekki að afla sér einhverja statiska þekkingar, heldur að vera bara fljótur að finna út úr hlutunum, þú veist, vera hugmyndaríkur og einmitt sína þrautsegi og fljótur aftur á lappirnar vegna þess að maður þú veist, þótt maður búið til eitthvað pródúkt, eins og við upplifum, þú veist, svo bara margir að herma eftir, þú veist, maður verður að geta verið á sífelldri hreyfingu. Já. Er hún Hafdís með spurningu er til síðast með svona yfirlit yfir þætti þar að segja styrki fyrirtæki sem verður gott í að heyri í og svoleiðis eða þar maður bara að prófa sig áfram og leita eftir réttu stöðunum ég get sagt að ég var með viðtal við hana Þórunni Jóns fyrir 2 vikum síðan og hún sérhæfir sig í styrkjum og hún deildi þar link inn á fyrirtæki sitt Poppins & Partners þar sem þær eru með í rauninni lista yfir alla styrki bara held ég á Íslandi og meiri til sko og þannig að það er alltaf góð staða til að byrja en svo almennt séð eins og með fyrirtæki sem allar heyri í án slíkt að það eins og hún nefndi áðan sko þegar hún fór bara að hafði sambandi við öflugkóla fyrirtæki í landinu að þú þarf bara að finna út úr því sjálf hvar þú getur selt vöruna eða hvar þú getur búið til eitthvað samstarf það er ekki lítið við það maður finnur sjálfur Ég ætla kannski að nefna að Miðstöð Íslands er svo sem ennþá við líði svo þótt að sé nú verið að tala að lokunni þá veit ég nú að hún er ennþá starfandi algjörlega og ég var ekkert mikið að ég hringja svo sem ég eitthvað svona ókunnugt fólk þú veist en ég var náttúrulega bara á þessum stöðum bæði fekk maður ódýra leigu og en svo ekki síst bara einmitt að vera í þessu samfélagi og vera að finnast fólk það á hverjum degi allir sem mismunandi fyrirtæki svona frumkvöla setrum, hvað segir maður, svona skrifstofu aðstoðu Mér sýnist á skilabúðunum að hljóðu og sé gott stand og það er gott verið það bara ekki láta en já, eins og þú segir sko, það eru fullt á stöðum og ég hef nú nýtt nýsköpunarmiðstöðuna oft líka við vorum nú bæði í sama frumkvöla seturinu hjá þeim á tímabili og það voru nú góði tímar og það er nú búið að rífa það niður núna og voru á Lækjagötunni alltaf sé verið að breyta því enn eitt hóteli en já, það er ýmislegt svona íbúði sem maður bara aðeins að hafa fyrir og það sem að gerist líka er það þegar maður byrjar að umgangast aðra frumkvöla hlusta á svona upptökur eins og þessa og fleira þá fer maður svona bara að heyra af alls konar tækifæri og þannig að maður þarf bara að vera með puttan á púlsinum og sjá hvað er í gangi á hverjum tíma en ok, þá erum við komin að því að þið eru komin með búin að selja 1000 eintök og var það nú til þess að samfæra fjárfestana að fjárfesta í ykkur? Já, við vorum þá bara svolítið svona fyrirfram búin að setja upp markmiðið og hvernig við myndum þá koma inn með það sem það þurfti svona upp á ef við myndum ná þessi markmiði. Já. Og svo fór tíminn náttúrulega bara ég að reyna að keyra þetta í gegn og svara öllum ófrísku konunum sem voru að bíða meðan við vorum að láta búa þetta til. Já. Sem það tekur alltaf lengri tíma en maður ætlar. Hvað tekur það langa tíma? Núna er ég forvitin. Erum við að tala um mánuði eða ár? Við vorum komin með prótótípu sem að ég vildi ekki fara að stað með þetta, vorum komið prótótípu sem var nákvæmlega eins og við vildum láta búa til. Og það tók náttúrulega alveg heilanga tíma. Fyrst bara að þróa vöruna og svo bara að finna framleiðendur og finna einhverja partnera til að vinna með. Já. En við vorum komin þetta með partner, var bara sérhæfður í nákvæmlega að búa til mjúk leikföng
með hljóði, sem sagt bara Kanadamaður. Frá því að við kláruðum crowdfunding og gátum sem sagt borga, þá held ég að þetta hafi verið 9 mánuðir, sem sagt mjög lýsandi svona meðgöngutími, þá til að við gátum sent út fyrstu dúkkurnar. Já, alltaf viðeigandi að 9 mánuðir þar sem að þú ert að selja dúkkur fyrir unga börn eða nýfædd börn. Já. Þannig að það er skemmtilegt. Já, ég man ekki, ég held að kannski hafi átt að vera 6 mánuðir sem við sáum fyrir ykkur sem að varð svo að 9. Já, það er alltaf, það má alltaf bæta við 50% ofan á allt, sko, hvort sem það er tímaáætlanir, fjárhagsáætlanir eða hvað sem það er, það má alltaf búast við að það verði aðeins meira, sko. Já. Þannig að þið eru komið með smá fjármagnin í fyrirtæki, búin að selja ykkar fyrstu 1000 dúkkur, voru þið búin að meika það þá eða? Já, erum náttúrulega ennþá líka bara, þú veist, ég meina við erum 2 á launum og ekki miklum og þú veist, ég held að bara sé allar svo manneskja sem ég þekki sem er ekki búin að gera eitthvað fyrir Róró og Lúladal. Já. Og við vorum að leigja það með skrifborð einmitt á nýsköpunarmiðstöð svo allt overhead er ennþá bara svakalega lágt. Já. Enda svona eins og við gátum, en það er þessi stóru kostnaðir sem einkalífi er mjög dýrt. Það var samt fólkið minn sem hjálpaði mér með umsókn og framleiðsla er dýr, sumt bara sleppur maður ekki við. Já. En svo er þetta bara salan gekk rosalega vel, bara frá byrjun. Bara þessi 5000 eintök sem við vorum bara, þú veist, vá, það var brjálæðislega mikið fyrst, sko. Þau seldust upp á 3 mánuðum. Eða þessi 4000 í viðbót sem við áttum eftir. Já. Og þá áttum við aftur gert í svolítinn tíma, þurftum við að láta búa til aftur og vorum sold out og opnuðum aftur crowdfunding síðuna sem bara eitthvað svona pre-order sölu síðu. Og mæli ekki með því að nota svoleiðis síður sérstaklega sem sölu síður, en þú veist, svo bara, maður bjargar sér. Já. Og þá, þess að fönduðum við 30.000 í seinna skiptið og fannst það alveg bara brjálæðislega mikið aftur. Já. Og svo fór þess að fyrsta sendingin og lenti fyrst til Ástralíu og við seljum í rauninni, höfum selt mest til Ástralíu og Nýja-Sjálands. Já, ok. Það var svona big hit þar í rauninni eða til að byrja með. Skemmtilegt. Kona sem kaupir þetta fyrir dóttur sína er að dreifa svolítið að barnavörum, ekkert mjög stórt fyrirtæki. Kaupir þetta fyrir dóttur sína sem er að sofa illa, dótturinn er held ég 3 eða 4 ára á þessum tíma og hún bara, þú veist, elskar Lúluna og byrjar bara strax að sofa svo miklu betur og þær verða bara mæðgurnar þarna svona ástfangnar af þessari vöru og hún tekur hana bara svona upp á sína arma og er okkar talsmaður bara í Ástralíu. Svo hún hefur farið í sjónvarpi í Ástralíu fyrir okkur oftar en einu sinni. Hún keyrir bíllinn hennar er allur merktur eins og Lúla og þú veist, hún er alveg og það er frábært. En þetta er enn aftur dæmi svona einhvern veginn, hvernig maður stundum bara algjörlega óvart finnur einhverja samstarfsaðala hér og þar og ef maður er opinn fyrir þá verða til tækifæri, sko, en maður þarf að vera með ansi marga anga úti og maður þarf að vera mjög virkur til að finna oft þessa aðala, sko. Algjörlega, og svo er þetta einmitt, þú veist, að vera skipulagður en að vera samt alveg opinn. En þú veist, þetta er bara, mér finnst þetta rosalega mikið af mótsögnum, svona, þú veist, vera óbærslega staðfastur en samt rosalega sveigjanlegur. Eitthvað svona. Já. Hinn gullni meðalvegur kannski bara, eða þú veist, einmitt að fara að trúa í því þessi er algjör sérfræðingur, en svo var það kannski bara konan sem að dýrka þetta sem að heima út í sveit í Ástralíu með nokkra vörur, sem að var bara svona frábær partner. Já. Já, maður er kannski bara svolítið að treysta og fylgja innsæðinu þannig aftur, sko. Já. Ég líka eitt sem að ég hef svona sjálfur kynnst í mínu rekstri er það að þegar maður er að byrja að þá finnst manni kannski 100 sölur eða að selja 1000 dúkkur eða eitthvað, það verður ókslega mikið, sko, en þegar maður byrjar í rekstri og þarf að fjármagna reksturinn og launin og allt saman, sko, að þá breytist þessi sýn mann svo mikið, sko, þá maður átt að sjá hvað maður þarf að selja rosalega mikið til þess að standa undir kostnaði og láta þetta allt ganga upp. Og það er alveg engin, ef þetta á að vera alveg fyrirtæki, þá er mjög erfitt að láta það ganga upp bara með einhverjum nokkrum sölum hér og þar, sko. Þannig að maður þarf að vera með alla anga úti og ég hef talað um það eitt svona
eitt besti eiginleiki sem að frumkvöld getur haft eða jafnvel lært, það er kannski rétt að segja að allir geta lært þetta, að það er það að kunna að selja og kunna að koma vörunni sinna á framfæri, út af því að til að byrja með þá er engin annar að fara að gera það heldur en frumkvöldin sjálfur og maður þarf að vera heldur ófeimin við að kynna vöruna sína og komin á framfæri. Vöruna sína, fyrirtæki sitt, sig sjálfan, meðan maður að fá fjármagn, þá er maður ekki bara hugmynda fyrir vöru, maður verður að segja bara, og ég er manneskjan sem er að fara að gera þetta og taka þetta áfram, ég er algjörlega framlegaður, ég hugsaði hvað, því ég er svo mörgum hlutverkum, bara hvað er það sem ég geri, og sölumanneska er alveg, pottþétt rosalega stór partur af því. Já. Eða sem maður kallar sölumanneska, líka bara að vera bara drifinn og sjá bara það jákvæða og vera, stundum er ég bara að selja sjálfur mér daginn, skilur. Maður þarf líka að gera þannig blóta, það kom alltaf tímabil þar sem maður er búinn á því, og maður er svona að hugsa bara af hverju fór ég út í þetta er bara eitthvað harkurugl og þá þarf maður að selja sér hugmyndina bara, jú, haukur, þetta er alltaf lægi, þetta mun gangu upp og þetta er svo frábær hugmynd þannig að þetta fyndi hvernig maður er alltaf einhvern veginn að koma vörun framfæri og sama líka þegar maður er að finna fyrsta fólki til að vinna með, hvort sem það er starfsfólk eða samstarfsaðalega, hvað sem það er, þú þarf að selja þeim líka hugmyndina, hvað þetta er spennandi og aðeinslegt, þannig að þetta er góður eiginleiki. Og að það sé boðlegt að vinna með manni líka, maður verður að selja það líka. Já. Og bara einmitt að selja þeim heyrðu, viltu ekki koma þetta er einmitt 90% líkur og frumkvöldafyrirtæki fara á hausinn Já. Þetta verður pottet geggjað, já, ok. Og verður að vinna myrkran á milli, það er allt brjálað og kaotískt og það er 90% líkur að það gangi ekki upp, en, þú veist, þetta er eitthvað. Ég kann ógeðslega góða brandara. Já, þannig að þetta er svolítið magnaði ferill. En ok, þannig að þið takið hérna inn pöntun upp og hvað það eru, einhverja mörg þúsund? Já, það var 30.000 stykki. Vá. Svo þegar, það lendir fyrst í Ástralíu. Já. Og hún er búin að vera svo dugleg þarna, búin að taka þetta, þessi kona, að sér í sölu og það selst upp. Ég held að hann hafi pantað bara heilan gáma á okkur, það voru bara 3.500 stykki, eitthvað svoleiðis. Og það selst upp. Og það er allt bara í sjó en það þannig að hún verður aftur sold out í svona miðju svolítið hæpi og þá fer hún á eBay og fer á svona uppboð og ég held að hún selst á $680 ein dúkka. Wow. Og ég vil meina að Kim Kardashian hefur keypt hana, ég ætla bara að halda ekki það. Hún er á þessum tíma, það er bara samin. Það minnstu kosti kemst í fjölmiðla og þarna fannst okkur við vera þvílíkt búin að meika, það voru með þvílíkt plan, við sendum á þessa bloggara og svo seljum við kannski 100 stykki þarna og eitthvað, en svo bara eiginlega, líka við bara mætum í vinnuna og við erum alltaf búin að vinna grunnvinnuna rosalega vel, ég meina það er flott síða, flott saga, pródukt, bara framleiðsla, shipping, allt lockdown, svo það farið mitt í þetta rauninni svona til okkar, eins og ég sé náttúrulega ekkert bara út úr blámanum, skilur, það er náttúrulega út af þessu undirbúningsvinnu, en samt heppni að því leiti að þetta fer bara í fjölmiðla og svo byrjar þetta bara að datta á milli þeirra og það endaði í morgunþættinum í Bandaríkjunum, ég held að það voru 5 milljónir sem horfðu á dúkkuna þar. Wow. Vingar til þeirra hvað er það, NBC Today Show. Já. Og doktorsþátturinn hringdi og við vorum með einhverju samtali við Ellen á sínu tíma og þá vorum við bara ekki komin með neina dúkkur í sölu til Bandaríkjanna. Já, ok. Skipi, svo þegar við komumst, við gátum ekki eins og nýtt öll tækifærin og vorum 2, en þetta gerðist svo hratt og við sátum bara mitt í vinninu og horfðum bara á, byrju nú Yahoo, núna er þetta Good Housekeeping, núna er þetta NBC, núna er þetta, svo hoppaði bara þessi saga og það seldist upp bara þessi 30 stykki á 2 vikum og svo öll plön sem við vorum búin að gera og fjárhagsáætlanir voru og markaðsplön og svona, þeim var sópað að borðinu og þurftum að gera ný. En mistuðu af miklu tækifæri þarna að vera ekki betur tilbúin undir alla þessu umfjöllun sem þið fenguð og
og allt sem var hann í gangi, þú veist, eins og sem þú nefnir Ellen og fleiri svona sýndu þessu áhuga, þeir voru bara ekki alveg tilbúin á þeim tíma. Hefðu þið eitthvað getað gert öðruvísi eða var þetta bara einn af þessu hlutum sem bara þeir voru ekki komið lengra og Já, ég held maður getur svo sem líka oft, þú veist, hort á hlutina þannig. Ég meina, við hefum líka getað verið búin að fjárfesta meira upp í topp, verið búin að tegja bíða eftir eitthvað, það var fullt af fyrir því. Já. Sem að en ég meina, við hoppuðum að og réðum, þú veist, til okkar aðra stelpu fljótt í kjölfarið og hóðum svolítið í fólk svona systemi kom að svara einhverjum 100 tölvupóstum sem komu á dag og björguðum okkur, sko. Og Já, eins og ég segi, það hefði bara, þetta er líka svona eitt af því sem maður hefði kannski ekki gefið fyrir. Já. Við vorum mjög jákvæð, mjög jákvæðar hvernig þetta myndi ganga og en það sem við vorum að minnstakosti komið með var þessi opna netsala og þessi dreifikæðja sem að gat senda þessar pantanir. Ef að við höfum verið að senda allt bara frá pósthúsinu, það var enda slatti að fara þaðan líka. En svo já. En það er í rauninni þetta er ekkert línulegu ferill, þetta fer fram og tilbaka og maður nær stórri sölu og svo kemur eitthvað annað upp á móti og þetta er svolítið svona rússíbanaferð. Já, því að það er líka kannski eitt punktur sem þú segir sem er rétt hjá þér, ég meina þú veist það er brjálæðislega mikil sala og þá þurftum við bara að gera svolítið að grípa það á staðnum og bara svara allir póstunum og henda bara pöntunum inn í Excel-skjal og þetta, svo róast það ég meina svo fjölmiðla hæp, þau bara róast og þá er náttúrulega bara heldur samt sala áfram en ekki svona sprenging og þá fórum við bara svona pull back, þú veist, fengum aðstoð fleiri til að vinna með okkur og þá svona nú þurfum við að vera með kerfi, þú veist, nú þurfum við að finna okkur bókhaldskerfi og nú þurfum við að finna okkur þjónustu svörunar, hvað heitir þetta kerfi, skilurðu, og við að vera með betri vefsíðu, skilurðu, og betri sölukanal og allt þetta, svo þá fórum við svolítið tilbaka og svolítið að vera að vinna í sölu og byggja grunninn og jafnvel að sækja auka fjármagn, allt einhvern veginn á sama tíma. Já, og það er einhvern veginn alltaf þannig að þetta virðist einhvern veginn alltaf allt bara verið í gangi á sama tíma og maður verður svolítið út taugar á þessu stundum, að vera með, þurfa að hugsa út í alla hlutina, segir maður það reglulega að endurhugsa allt innviði fyrirtækisins eða allan búin á allt sem maður nota til þess að aðlast breyttum aðstæðum eða eitthvað svoleiðis og maður þarf bara stöðugt að vera á tánum Já. Þannig að en já, ég ætla nú að við erum farin að nálgast klukkutíma í spjallinu þannig ég ætla nú að fara svona að draga þetta saman og reyna að klára þetta en þið sem eru þarna úti geta ennþá spurt spurninga ef þið eru með eitthvað fyrir Eyrúnu og þið geti líka spurt spurninga í framhald af því og ég og Eyrún mun reyna kannski að svara einhvern spurningum í kommentunum sem koma í endurspiluninni. Reyndar erum við komið eina mjög spurningu sem ég ætla að spyrja Eyrún. Það er frá henni Sigrúnu og hún spyr einfaldlega, er þetta þess virði? Mér finnst þetta góð spurning hjá henni. Já, það var svona eitt sem ég kannski líka velt fyrir mér aður. Það er bara eitthvað sem maður verður að spyrja sig sjálfur að og það er, þú veist, það er eitthvað svona eitthvað töff við að vera frumkvöðl og þú veist, en það er ekkert fyrir alla og það er alltaf lagi. Við erum bara mismunandi og ég hugsa svona þú veist, hvað erum við alltaf að leita eftir? Nú, þegar ég verið svona heimspekileg að ég segja, þú veist, erum við ekki svo mikið að leita að frelsi bara í lífinu oft? Og svo er bara svo mismunandi hvað það þýðir fyrir okkur. Þess að mér finnst það svo mikið frelsi að fá að hafa í rauninni svona fluid ramma í vinnunni og mikið af nýjum verkefnum og fá svolítið að stýra sjálf og vinna með litlu teymi, það er bara svolítið frelsi fyrir mér. Meðan að ég sé líka alveg stundum því að bugast, þú veist, punktinn það sem að aðrir velja frelsi að vera að vinna vinnustaf, það sem er bara strúktúr og þeir eru bara sendir launaseðlar og þú þarft ekki að pæla í hvort á að þrífa eða þú veist, hvernig öllum starfsmönnum líður og þú veist, einmitt hvort að það á að fara út og borða á jólunum á sama tíma og þú veist, pæla í fjármagninu eða stórkostlegt ófrelsi líka í því. Það er kannski bara einmitt já, svona sem að verður að spyrja sig að og leggja niður það manni finnst þetta spennandi
í lífstíl í rauninni bara. Já, algjörlega sko. Þetta Og kannski hugmyndin sem maður með, þú veist, það líka kannski alltaf það. Hversu mikið brennir maður fyrir einhverju hugmynd eða einhverju fyrirtæki, manni finnast það þessi eða ekki, manni finnst það bara eitthvað allt í lagi og maður er að fara að leggja þetta allt á sig, þá myndi ég ekki mæla með því. Nei, þetta ýmislegt sem þarf að hugsa út svona hluti og en eins og ég segi, ef maður allan að fara í nýsköpun sem eins og þú gerir, sem að skapa einhverja nýja vöru og búið til eitthvað alveg nýtt, þá það allan hygglast ekki fljótlegasta leiðin til þess að verða rík eða ríkur út af því að þetta tekur svolítið tíma að byggja þetta upp. Við erum með fleiri spurninguna. Hann Valdimar hann spyr, hvernig heldur þú niður í kostnaði þegar þú varst að byrja? Ertu með eitthvað góð ráð varandi það? Já, borga mér ótrúlega lítið laun og vinna rosalega mikið sjálf. Já, það var náttúrulega bara einmitt að leita að ódýru húsnæði, vera einmitt hugmyndaríkur líka í því. Einmitt að reyna að koma að stað með, þú veist, einmitt að reyna að finna, ef maður ætlar að finna fólk, frábært fólk sem maður getur kannski gert margt eða getur haft fólk tímabundi sem svo verktaka til að vinna stökverkefni fyrir sig. Ég myndi segja oft að þetta sé eitt aðal vandamálið við að vera frumkvöld. Það að finna út úr hvernig maður á að gera hlutina með litlum tilkostnaði og koma þessu stað á þess að fara ómikill peningur í þetta sko. Já. En að reyna samt á sama tíma einhvern veginn að vera að ná árangri. Þú veist, hvar á maður að eyða krónunum einhvern veginn. Og maður þarf alltaf að eyða eitthvað sko. Já, sumst það einhvern veginn ekki sparað sko. En fyrir utan eins og ég segi, að þú veist, ég segi það nú einu sinni að það sé ódýrara kannski að leigja margir saman eða vera svona frumkvöldsettum, það það bara svo algjörlega frábært. Já, algjörlega. Já, við erum með fleiri spurningar þarna. Þorbjörg með spurningu. Hún spyr, ég að verða 46 ára gömul, ég orðin of sein til að byrja á þessu? Nei. Mér finnst aldur alveg afstætt í þessum hlutum sko, og ég held í rauninni að mörguleiti sko, það eru kostur og galla við bæði og þegar ég var yngri að þá var auðveldara fyrir mig að vinna myrkran á milli og svona keyra mig alveg í kaf, en á móti kemur að núna, ég finn allan í sjálfum mér eftir því sem ég eldist að þá hef ég vitað að gera það með miklu betri hætt og framleiðnin hjá mér miklu betri, svona almennt séð sko, ég nýti tíman betur. Já. Hvað segir þú, Eyrún? Sko það, ef að börnin eru pínu lítil og veist, einmitt það ekkert alltaf betra að vera ungur, einmitt líka að maður sé einmitt á hvaða stað maður bara svona andlega og persónulega, þú veist, oft þroskari þegar maður eldri. Og einmitt kann betur að skipuleggja sig, kann að vinna, þú veist, þekkir marga sem eru líka kannski á svipuðum stað, einmitt ekki með unga börn eða akkurat að koma sér upp húsnæði og... Þetta líka bara, maður lifir bara einu sinni, þú veist, ef maður langar virkilega að gera eitthvað, þá bara gerir maður það, eða þú veist, þetta líka bara núna, þú veist, mörg okkar eigum eftir að lifa, sko, til að vera bara 100 ára gömul eða vel eldri, sko, með allir þessi tækni sem er komin og það er verið að láta einhvern aldur stoppa sig af, finnst mér alveg fáránlegt og mér finnst líka alveg fáránlegt að fólk sé skikka að fara á eftirlaun á einhverjum ákveðnum aldri sko, því að margir eru bara við það góða heilsu og annað slíkt sko, þannig ég allavega er á því að aldur er afstætt hugtak og ekki að koma inn í svona ákvörðun sko. Herru, einu spurning og svo förum við nú að slúta þessu. Hann Sölvi spyr einhver góð ráð til þess að skipuleggja sig og hafa sjálfsaga þegar hugmynd er komin? Ég held að sé náttúrulega bara kannski búin að koma inn á það, þú veist, ég meina það er mikilvægt að vera að vinna í sér sjálfum, maður er rosa mikið að stóla á sjálfan sig. Já. Og maður er svolítið svona sinn eigin peppari og yfirmaður og annað, þannig að sjáum ekki bara vel sig hvernig sem maður tengir því og sé reyni að finna sig í andlegri vinnu eða jafnvel leitir sér andleg stuðnings, hvernig sem það er, hvort það sem er faglegt eða maður sé með eitthvað mentor eða eigi góða vini eða held ég að sé mjög mikilvægt í þessu ferli og hjálpa mann líka að vera svona, hvað maður segir, accountable. Nákvæmlega. Og geta það hjálpa mann að skipuleggja sig og
og kannski öðlast hennar sjálfsega meira. Ég held sko frá mínu sjónarhorni með þessa spurningu sko að þetta eins og ég nefndi áðan sko, þetta spurningin að taka ákvörðunina. Og ég veit að margir frumkvöla eiga það vandamálastríð að þeir eru með mjög margar hugmyndir og eru átt að vinna í mörgum hugmyndum á sama tíma og ég var sjálfur þannig fyrir einhverjum árum síðan en það sem að kannski hjálpaði mér að ná loksins árangur var þegar ég bara svona ákvað ok, bara þetta hugmyndin, ég ætla bara að fara fullt í hana og bara einbeita mér henni og bara loka allt annað meðan og þannig að það að bara velja eina hugmynd og vera vissum að þetta sé svo hugmynd sem ætlar að vinna allavega þangur til annað kemur í ljós og svona bara fara þetta staðfestu og það eina leiðin til að gera þetta og mín persónulega skoðun svo að þú þarft að leggja allavega 2 ár í hverja viðskiptahugmynd til þess að sanna þér allavega til þess að staðfesta að það getur hugsanlega gengið upp þannig að mín skoðun svo að þú þarft að ákveða þessi þín hugmynd að þú sé tilbúin að leggja 2 ár í hana og þú ætlar ekki að vera ykkur öðru rugla með þú ætlar bara að taka þetta eina fyrir og bara ef þú ert þannig að þá einhvern veginn finnst mér skipulagi og sjálfsægin koma svolítið framhald af því. Svo kannski ég vil bæta við það sem að ég stundi þurfti að vinna með og einmitt þegar vorum í miðju crowdfunding mess þá sagði ég bara bara hvernig sem þetta bara ekki gleyma því, ekki vera alltaf bara að horfa á markmiðin eða hvert þetta að fara í þessa vegferð og hlakka bara til og þessi vegferð sé skemmtileg. Eru bara spenntir fyrir því. Þetta bara, þetta hefur upp á margt skemmtilegt og spennandi að bjóða, einmitt bara þessi umhverflega vegferð og gleyma ekki að gleðjast yfir því og allir reynslunni og litlu sigrunum og áskorunum. Algjörlega. En já, þá ætlum ég nú að fara að slúta þessu þannig ég verður ekki allan dag með Eyrúnu, ég vissum ég gæti það reyndar, við erum bæði það mikla reynsli í frumkvöla umhverfinu og höfum það marga sögur að við getum örgulega spjalla alveg í 24 tíma straight sko. En já, ég ætla ekki alveg að leggja það á hlustendur núna en svona bara að lokum að þá vil ég bara að þakka Eyrúnu kærlega fyrir að taka sér tíma til þess að tala við okkur og deila sinni reynslusögu og fyrir þá sem að vilja kannski fræðast meira dúkkuna Eyrún, hvert geta þeir farið? Á lulladol.com og hann endilega kíkja á það annars ætla ég bara enda þess á því að minna ykkur á að ég held áfram að vera alltaf með þessar útsendingar á 3:00 kl. 10 og í næstu viku fæ ég til mín góðan gest, hana Salome frá Icelandic Startups og við höfum talað frumkvöla umhverfið og hún þekki það nú betur heldur flestir enda algjör sérfræðingur í þessum málum. Ég ætla líka að minna ykkur á að kíkja inn á grúppuna Íslenski frumkvölar, það mjög skemmtileg umræða alltaf þar og spjall og núna eftir hádegi þá mun ég líka vera með Facebook live útsendingu beint bara fyrir íslenska frumkvöla og þar mun ég kynna nýja þjónustu sem ég verð með hjá frumkvölar sem einmitt heitir stuðningsnet frumkvöla sem einmitt svolítið sem við erum búin að vera að ræða en annars vil ég bara þakka öllum kærlega fyrir og við sjáumst bara eftir viku. Takk.